Ægir komin út úr sumarblíðuna, erfiður leikur á baki. Þið virtist hafa tögl og höld á leiknum í byrjun. Svo einhvern veginn komist þeir inn í þetta, fengu sjálfstraust og svo bara kláraðist. Hvað viltu segja svona? Ég held að bara hitt naglann á höfuðið. Ég held að bara akkurat þetta. Við vorum með tak á leiknum og svo skiptist leikurinn í svona kannski þeirra leik. Boltinn fer aðeins meira upp og niður og við tökum boltanum aðeins og tökum kannski léleg skot og sem verður kannski til þess að þeir fá opnari skot og leikurinn verður pínu þeirra og þeir bara nýttu sér það. Sá Arnar er svolítið refur og hann gekk alveg rosalega vel upp gameplanið hjá hann. Sérstaklega svona í byrjun og öðrum leikjum. Þeir Hlynur náðu þér saman, þú varst að ná að dræfa svolítið vel inn, fara undir körfuna, það gekk náttúrulega allt upp. Þetta dúiða með 100% nýtingu bara hann í fyrra áleik. Svo... Já, ég held að reynslan myndi einhvern veginn. Algjörlega, það var tilfinningin, algjörlega. Ég held að það var bara rétt fyrir þetta. Tilfinningin var svo að við værum með leikinn í höndunum en kredit á Þórsarana, þeir náttúrulega bara gengu á lagið. Þeir eru hrikalega góðir og fljótir í gang, saman og sért með tök á leiknum eða ekki. En gameplanin var gott, en ekki nógu gott. Nei, það er svona, já, Addo var svolítið að passa Styrmi, svona svolítið erfitt. Hann gæti farið með henni í teig þó hann sé ungur, virðist hann hafa þokkalega reynslu. Bara kredit á Styrmi, ég held að það er ekkert með Addo að gera. Ég held að við hafum bara haft erfitt með Styrmi yfir höfuð í þessari seríu og algjörlega uník leikmaður og það er bara algjörlega hann sem bara spilaði verið í þessari seríu. Ég held að já, kredit á hann. Hans leikur var coast to coast, hans leikur var að dræfa og hann gerði okkur erfitt fyrir. Já, nákvæmlega. En hvað er svo planið fyrir sumarið? Ég sá að þið félagarnir eru að fara að vera með körfuboltabúðir. Já, plöggum því. Já, það er að vera körfuboltabúðir og fyrst og fremst náttúrulega bara að vera með fjölskyldunni. Ég held að maður hafi vanrækt fjölskyldunni sína ansi mikið og kredit á mótorstjórann að hafa gert það við okkur. Fjölskyldumennina, þannig að priority nummer 1 er núna að fara og vera með fjölskyldunni og eyða tíma með fólkinu sínu. En er Ægir eitthvað að hugsa til næsta vetur að vera áfram í Stjörnunni? Ég er áfram í Stjörnunni, ég er með annað ár í Stjörnunni og svo bara sjáum við til. Þetta er stutt sumar en ég verð klár með Stjörnunni næsta vetur. Gaman að fylgjast með ykkur í vetur og hlakka til að sjá ykkur næsta vetur. Takk sömuleiðis. Takk.